Jæja, nú fer fundurinn bráðum að hefjast, þannig tuttugu sekúndur. Góðan daginn kæru gestir og verið velkomin á þennan opna fund uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, áratugur aðgerða, ekki bara í húsnæðismálum heldur líka loftslagsmálum, eru einkennisorð okkar hér. Ég heiti Líf Magnúsdóttir og það mjög freistandi að segja að það engin fundur, þannig að takk fyrir komuna. Og þið farið öll og svo segi ég 1. apríl. En ég ætla ekki að segja ykkur papabrandara í dag. Ég ætla að vera með heraga hérna í fundastjórnuna því að það eru mörg erindi og ég var sjálf búin að lofa mér á fund klukkan 10:30, en ég held samt ég náði því ekki. Heyriði, en við skulum byrja á því að bjóða borgarstjóra velkomin á svið. Gjörðu svo vel, Dagur B. Eggertsson. Já, góðan dag, kæru gestir, það gaman að sjá ykkur svona mörg í salnum og það ærið tilefni. Við ætlum að setja fókusinn á húsnæðismál hér á þessari morgunstund. Við erum alltaf með árlega fundi þegar við uppfærum húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar. Þar sem við sýnum stóru myndina, horfum langt fram í tímann og gefum upplýsingar það sem í gangi, bæði það sem verið að vinna í skipulagi, það sem verið að samþykkja sem byggingarleyfi og það sem við sjáum framundan. Það sem við ætlum að gera hér í dag að horfa fyrst og fremst bara á þetta ár, árið 2022. Við erum að bregðast við og takast á við þær breytingar sem hafa orðið í ytra umhverfinu og þá gríðarlegu aukningu í eftirspurn sem við þurfum einfaldlega bara að horfast í augu við og greina frá því hvernig Reykjavíkurborg í samvinnu við ótal aðila að bregðast við því. Borgarráð staðfesti í gær uppfærða húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar. Við erum að skila inn á rafrænu formi og þannig fullt tilefni til þess að greina frá því hvað þar var samþykkt og til hvað ráða borgin hefur gripið til þess að bregðast við þessari tröllauknu eftirspurn. Við kynntum hér í haust hugtakið áratug Reykjavíkur þegar við vorum að sjá fram á það að skipulagsvinnan, þéttingarstefnan, samgönguinnviðirnir væru að opna okkur þá möguleika að auka hlutdeild Reykjavíkur í húsnæðisuppbyggingu á landinu til næstu 10 ára. Það má eiginlega kannski segja að niðurstaðan af þeirri vinnu sem við höfum verið í síðan að þessi áratugur að færast nær okkur. Hvað á ég við það? Það sem við fórum yfir hér í haust var að síðasta ár var eitt stærsta uppbyggingarár í sögu borgarinnar. Það voru að koma inn á húsnæðismarkaðinn með fjöldi íbúða, 1285 nánar tiltekið, fullbúnar íbúðir sem flutt var inn í. Það var að fjölga íbúum í Reykjavík eins og reyndar síðustu 5 ár næstu í 2500 manns. Okkur hefur fjölgað 12.000 á síðustu árum. En það voru líka hafnar íbúðir við rúmlega 1000 íbúðir, þannig að það í raun engin teiknum annað en að þetta kraftmikla uppbyggingatímabil sem hefur verið síðustu 5 ár sé að halda áfram. Við vorum að horfa inn í
ársfjórðung sem að reyndist vera jafn sterkur og hinir, þannig að það sem einkenndi síðasta ár var sem sagt gríðarlega mikil uppbygging. En þó var það þannig að mitt í þessu vorum við með fréttir af því að það var í raun allt að hreinsast úr hillunum. Og það sem svolítið rosalegt að sjá hvað sveiflurnar á húsnæðis- og fasteignamarkaði á Íslandi og þar með talið í Reykjavík hafa verið gríðarlega miklar. Við fórum sem sagt á 2 árum frá 2019 til ársins 2021 úr þessari umræðu hér. Þetta eru fréttirnar frá 2019. Þá voru allir aðilar að vara hvern annan við með Seðlabankann í fararbroddi að það væri offramboð á leiðinni. Það var sérstaklega varað við því að það væri of mikið framboð af eignum hér miðsvæðis í Reykjavík. Það voru linnulausar fréttir af offramboði. 2 árum síðan var skorturinn, stóra fréttin og margir sömu aðilar keftust við það að segja okkur það að það væri algjör þurr og það vantaði mjög mikið af íbúðum. Við teljum að við þurfum að taka mið af þessu. Við erum búin að rýna áætlanir húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Við ætlum ekki að dvelja við það að mat þeirra hafi sveiflast úr því að biðja 2000 íbúðir á ári á landinu í 3500 til 4000 íbúðir á ári á landinu á svona ótrúlega stuttum tíma. Heldur segjum bara, ef þetta sammæli allra á markaði, þá förum við úr okkar markmiðum sem við settum til 10 ára að vera með framboð, lóðaframboð upp á 1000 íbúðir á ári og tvöföldum það. Reykjavík núna að kynna að á næstu 5 árum þá verður lóðaframboð í Reykjavík ekki 1000 lóðir, heldur 2000 á hverju ári í þessu 5 ár. Við teljum að í Reykjavík geti byggst 10.000 íbúðir næstu 5 ár. Hvernig ætlum við að gera þetta? Það megin atriðið í því sem ég ætla að fara yfir hér í dag, en við skulum samt sem áður staðsetja okkur aðeins í því hvernig þróunin hefur verið undanfarin ár. Það nefnilega alls ekki svo að við séum að koma út úr einhverju ládeyðu. Við erum þvert á móti að koma út úr tímabili þar sem Reykvíkingum hefur fjölgað meira en við kunnum dæmi Það hefur verið fjölgun og yfir 2500 íbúa á ári síðastliðin 5 ár. Við sjáum að á landinu að þá hefur verið jafn og stígandi taktur í fjölda þeirra íbúða sem að koma inn á markaðinn. Hvað hefur hlutdeild Reykjavíkur verið í þessu? Jú, Reykjavík hefur farið úr því að vera í grúppu með öðrum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu í að taka algjöra forystu í fjölda íbúða sem koma inn á markað á höfuðborgarsvæðinu og þar með á landinu. Þetta sjáum við líka í talningum Samtaka iðnaðarins sem að telja þetta aðeins erfitt að rýna þetta, en gulu súlurnar eru íbúðirnar sem að Samtök iðnaðarins telja. Hápunkturinn hér þegar allir byrjuðu að vara við offramboði 2019, svo dró aðeins úr lánveitingum til nýrra verkefna,
eins og margir verktakar geta vitnað og við reyndar bætum þarna aðeins við rauðu ofan á vegna þess að Samtök iðnaðarins hafa ekki talið stúdentaíbúðir og hjúkrunarheimili af einhverjum ástæðum, en stúdar eru líka fólk, stúdentaíbúðir eru líka íbúðir, þannig að við teljum þetta jafnvel þó að Reykjavík sé eina sveitarfélagið sem að skipuleggja og úthluta lóðum fyrir stúdentaíbúðir. Ég vil vekja sérstaka athygli, það bara svona smá auglýsingahlé hérna í þessari yfirferð, að við erum búin að vera á undanförnum misserum að taka í gegn upplýsingamiðlun borgarinnar þegar kemur að íbúða og húsnæðismarkaði. Þannig að ársfjórðungslega birtum við skýrslur yfir það sem í byggingu, það sem búið að samþykkja í byggingarleyfum, það sem í pípunum varðandi skipulag og þetta eru birtar sem ársfjórðungsskýrslur sem hluta af græna planinu og þar getið þið bara séð þessa lista yfir hvaða íbúðir eru nýjar, hver eru heimilisföngin, hvað eru gefin út mörg byggingarleyfi, hvernig þetta alltaf að þróast, hvað verða skrá margar fullgerðar íbúðir og svo framvegis. Við erum að gera meira en það, við erum líka að skrá og birta upplýsingar alla uppbyggingarsamningar sem við erum að gera við þróunar og uppbyggingaraðila alla borg. Við gerum nefnilega uppbyggingarsamninga sem ganga út á það að tryggja félagslega blöndun. Að tryggja að það byggist ekki upp sumstaðar bara fyrir ríkt fólk og annar staðar fyrir þá sem hafa minna á milli handana, heldur að allir reitir séu blandaðir og öllum reitum séu 5% íbúða félagslegar íbúðir sem við kaupum með forkaupsrétti og það sé hugsað hagsmuni leigjenda á öllum þessum uppbyggingarreitum, þannig að það skylda að hluti íbúða á öllum reitum séu leiguíbúðir og þannig byggist upp borg sem borg fyrir alla, þar sem slegist mestumegnirnar en líka á hinum stöðunum. Það sem vekur athygli þegar við förum í gegnum þessi yfirlit að borgin á hverjum tíma undirbúa þær lóðir sem við erum að fara að úthluta beint. En svo erum við að samþykkja skipulag þar sem að einkaaðilar eða þróunaraðilar halda á reitum og þegar við horfum yfir samþykkta byggingaheimildir þá þetta ýmist lóðir sem við erum með á okkar lóðaúthlutunaráætlun en í sumum tilvikum og mörgum tilvikum, raunar helmingi tilvika, eru það einkaaðilar sem eru með þessar byggingaheimildir, eru með þessar fullbúnu lóðir og taka mist langan tíma í að fara af stað. Þegar við segjum að það geti byggst hér 2000 íbúðir á ári næstu 5 ár, þá verðum við að ná samstarfi við þessa uppbyggingaraðila, við lánastofnanir sem þurfa að lána til þeirra og auðvitað við verktakabransan til að ná utan þetta gríðarlega magn sem að samfélagið að kalla á. Í sumum tilvikum hafa einkaaðilar legið árum og árum saman á lóðum með tilbúnu skipulagi án þess að fara af stað. Það skiptir máli þegar eftirspurnin svona mikil að þetta fari í gang. Einhver myndi segja, já, en býtu, þetta ekki markaður? Ættu aðilar ekki að hafa gríðarlega hvata af því að gera það? Jú, ef einhvern veginn allt væri eins og í textabókunum, þá það þannig, en það engu að síður oft töluvert mikið bil í tíma milli þess sem að lóðum úthlutað, milli þess að skipulagi tilbúið, jafnvel skipulagi sem hraðað hér í gegn með miklum látum að þetta sé alveg að fara í uppbyggingu og ef einhvern tímann var tími til að fara af stað með þessi verkefni, þá það ekki satt núna. Úthlutunaráætlun okkar sem við kynntum í haust upp á rúmlega 1000 íbúðir á ár og hún mun standa. Við munum bæta aðeins í og hún lítur svona út til 2030. Ég ætlast alls ekki til að þið geti rýnt í þessar tölur hér og nú. Þessar glæru verða hins vegar aðgengilegar eftir fundinn þannig að allir geta sett sig inn í þetta í smáatriðum. Það sem hins vegar svolítið mikilvægt að átta sig á að þessar áætlanir borgarinnar þær ganga út frá þessari heildarhugsun í húsnæðisstefnu borgarinnar og húsnæðisáætlun.
Við erum að gera ráð fyrir stór auknu framboði af íbúðaruppbyggingu en það fyrir alla hópa. Ekki bara suma, ekki bara unga, ekki bara stúdenta, ekki bara eldri, ekki bara almenna markaðinn, heldur alla hópa. Þannig að við lítum á það sem okkar hlutverk að tryggja eðlilega, nauðsynlega og góða fjölbreytni þannig að þetta verði borg fyrir alla og húsnæði fyrir alla. Mér langar til þess að draga sérstaklega fram að undanfarin ár hafa ekki bara verið metár í uppbyggingu, heldur hafa verið algjör metár í húsnæðisuppbyggingu án hagnaðarsjónarmiða. Við höfum sett í ákveðin forgang að úthluta okkar lóðum til þeirra byggingafélaga sem eru að hugsa fjölbreytni á húsnæðismarkaði, eru að koma leigjendum öruggu þaki yfir höfuðið, eru að kynna inn á markaðinn húsnæði með búseturétt, eru að byggja fyrir eldra fólk, eru að byggja eða kaupa íbúðir fyrir öryrkja og fyrir félagslegar íbúðir. Við sjáum ekki fyrir okkur að þetta verði til allrar framtíðar svona stór hluta því sem byggist upp, en höfum sagt alveg skýrt í aðalskipulaginu og húsnæðisáætluninni að það sé eðlilegt að miða við að þetta sé 25% af húsnæðisuppbyggingunni, 25% af húsnæðismarkaðnum og við það ætlum við að standa. Við það miðast allar okkar áætlanir lóðaúthlutanir og einhverjum finnst þetta hátt, einhverjum finnst þetta kannski mátulegt og einhverjum jafnvel aðeins of lítið. Munum það að þá 75% sem að fara út á almenna markaðinn. En svona hefur Reykjavík gert þetta og við fylgjumst með hvernig gengur hverju sinni. Við erum nánast búin að tvöfalda til dæmis fjölda stúdentuíbúða núna bara á síðustu 6 árum. Við höfum stórfjölgað íbúðum fyrir eldri borgara líka. Búseta hefur komið inn að miklum krafti með búseturétt og stóru tíðindin eru þetta í tilkomu Bjarg sem byggingafélag verkalýðshreyfingarinnar sem að hefur verið að byggja 1000 íbúðir og mun halda áfram af mjög miklum krafti í Reykjavík á komandi árum. Við tökum þetta saman á hverju ári í tengslum við fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun og við erum á hverjum 5 árum að setja 10 milljarða í húsnæðismál til þess að tryggja fjölbreyttan húsnæðismarkað í stofnframlög og stuðning inn á heimili meðal annars fatlaðs fólks. Við erum í mikilli uppbyggingu húsnæði fyrir fatlað fólk og við þurfum að auka þar líka í. Við sjáum að sum árin hefur hlutdeild húsnæðisfélaga í uppbyggingunni Reykjavík verið gríðarlega há, eins og í fyrra. 60% af þeim íbúðum sem komin á markaðinn voru af þessu tagi. Þessi hlutdeild mun minnka en magnið verður gríðarlega mikið áfram til þess að ná þessum 25%. Viljum við hafa þetta svona í Reykjavík? Já. Við viljum fjölbreyttan húsnæðismarkað en við höfum líka verið að stíga svolítið fast niður og segja hvernig væri að önnur sveitarfélög og aðrir landshlutar myndu líka axla sína ábyrgð og gera sitt. Í samantekt Kjarnans frá því á þessum vetri kemur fram að nær að 3 af hverjum 4 íbúðum sem eru byggðar fyrir stofnframlög á Íslandi í Reykjavík. Það eru svo mörg svæði sem hefðu gott af því að tryggja félagslega blöndun, tryggja fólki öruggt þak yfir höfuðið og þá myndum við líka vinna tvöfalt hraðar á þeim áskorunum sem að fjölbreyttir hópar að glíma við á húsnæðismarkaði ef aðrir myndu líka gera sitt. Þannig að þegar við horfum til framtíðar þá erum við að horfa á það að vera með 4 íbúða fyrir þessi félög í húsnæðisáætlun og lóðaúthlutunum og við erum búin að vera að formgera það, við sögðum það hér í haust, við ætlum
að tryggja þessum samstarfsaðilum okkar á þessu sviði öryggi til framtíðar með fyrirsjáanlegri tímalínu í þeim verkefnum og við vorum að afgreiða hundruðir íbúða í borgarráði í gær þannig að þau gætu gengið að því vísu þannig að við þessar 1000 íbúður sem Bjarg er búin að undirbúa koma núna hundruður íbúða til viðbótar þannig að þau geti verið að klára annað eins til næstu 10 ára. Það sama á við félagsstofnun stúdenta, byggingafélag námsmanna, félagsbústaða, búseta og við munum núna næstu vikurnar klára líka vinnu og vilyrði gagnvart þeim sem að byggja í þágu eldri borgara. Það ekki alveg komið í hús en við erum sannarlega með augun á því líka og þar erum við að horfa á konsept sem að hefur verið kallað lífsgæðakjarnar þar sem við erum að sjá í raun blöndu af hjúkrunarrýmum, leiguíbúðum, eignaríbúðum, staði sem tryggja samveru og öryggi í grennd en líka í bland við aðra byggð. Við erum ekki endilega að sjá fyrir okkur til framtíðar að eldra fólk sé algjörlega út af fyrir sig, heldur í áhugaverðum lífsgæðakjörnum og ég get séð fyrir mér að 3 til 4 slíkir fari af stað og raunar Hrafnista að fara að kynna hér eitt sem bara í raun langt kominn og að fara af stað restina á við Sléttuveg á þessu ári en bara til þess að fólk átti sig á því hvað að fara í gang að þá skipulögðum við þennan fund þannig að þið þurfi ekki að hafa orð mín fyrir eiginlega neina af því sem að fara af stað á þessu ári. Hér kemur hver hópurinn á fætur öðrum og segir frá verkefnum sínum, tímalínu sinni og hvað að fara að gerast árið 2022. Sem dæmi, af því að þetta eru svona bara einhverja reitir og einhverja tölur, að Bjarg að fara væntanlega að kynna Hlíðarendan, 70 íbúðir, Háaleitisbrautina og Vindásinn. Þetta eru sem að nær 200 íbúðir bara á þessu ári sem að fara af stað. En við erum líka á þessu fund að fara að kynna grænt húsnæði framtíðar. Við auglýstum nokkrar lóðir fyrir byggingarfélög sem vildu sína sérstakan metnað í loftslagsmálum, sporlausa uppbyggingu og lágt kolefnisfótspor munum tilkynna niðurstöðunar því. Í því höfum verið með samkeppni þessar lóðir sem sagt og þær eru á eftirsóttum stöðum í Breiðholti og Veðurstofuhæð og Frakkastíg og við munum kynna það hér og eftir. En meginmálið á þessum fundi ekki síst að sýna á spilin, sýna hvernig við erum að fara úr 1000 íbúðum á ári í 2000 ef að allir vinna saman. Ef að einkaaðilar koma út á markaðinn með þær lóðir sem að þeir hafa, ef fjármögnunaraðilar fjármagna þessi verkefni af þeim krafti sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir að þurfi, að þá erum við klár með okkar. Þannig að til viðbótar við úthlutunaráætlunina sem við kynntum hér í haust með 1000 íbúðir, að þá höfum við núna áætlað hvernig einstakir reitir á höndum einkaaðila geta spilað inn í þetta þannig að niðurstaðan verði yfir 1000 íbúðir á ári hér í 5 ár og þetta framþung áætlun því að þarna geta farið af stað ennþá fleiri íbúðir á hverju ári með við það sem við sjáum í samþykktu skipulagi. Og hvar eru þá þessi reitir? Þeir eru á grunni aðalskipulags Reykjavíkur. Þeir eru á þróunarásum, borgarlínu, þar sem að fólk getur sparað í heimilishaldinu með því að lækka samgöngukostnað sinn. Við skulum aldrei gleyma því að rétt á eftir húsnæðiskostnaði heimila kemur útgjaldaliðurinn samgöngukostnaður sem oft dýrari heldur en matarkostnaðurinn, merkilegt nokk. Nálægt afkastamiklum, hágæða almenningssamgöngum hægt að spara í þessum lið
og þess vegna hangir þetta mjög saman við innviða uppbygginguna og við erum ekki þétta í einhverju einu hverfi, við erum að þétta alla borg. Lykilatriðið er að leysa samgöngurnar í leiðinni. Þeir sem að tala fyrir því að hverfa frá þessu plani og fara í útþensluplan, Geldinganes, einhverjar heiðar, bara eitthvað út. Þeir eru að senda fjölskyldum reikningin í samgöngukostnaði. En þeir eru líka, ef þeir ætla að stoppa þessa uppbyggingu, að boða stóra stopp í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík og stóra stopp í umferðinni. Vegna þess að allar umferðargreiningar sýna að þeir sem ekki ætla að þétta, þeir eru að fara að þétta umferðarna í staðinn. Leið og þú tekur 10.000 íbúðir og dreifir þeim í útjaðir byggðarinnar og segir við fólk, þið þurfa að reka cirka 2 bíla á heimili til þess að koma leiðar ykkar, þá er það að beina þessum bílum inn á stóru stofnbrautirnar, inn á Miklubraut, inn á Kringlumýrarbraut, hvenar? Á háannatímanum þegar fólk er að komast til og frá vinnu. Þetta eru við búin að stúdera, ekki heldur með öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðinni og ríkisstjórninni, öllu hinnu pólitíska litrófi og þetta er ástæðan fyrir því að það hefur náð svona góð samstaða áherslur í samgöngumálum, áherslur á borgarlínu, áherslu á almenningssamgöngur. Þetta er besta og kannski eina leiðin til þess að samgöngumálin gangi upp á höfuðborgarsvæðinu með þessari gríðarlega kraftmiklu húsnæðisuppbyggingu sem við þurfum á að halda. Og hvar eru þá að fara af stað íbúðir bara á þessu ári? Því að fólk nennir ekki alltaf að heyra eitthvað svona framtíðarplön. Hvar getum við séð íbúðir fara í gang bara í ár? Ég tók saman bara smá yfirlit það úr því sem við heyrum og sjáum í byggingaleyfisumsóknum og vitum úr samþykktu skipulagi. Þetta er Vesturgata 64, annar áfengi, yfir 100 íbúðir. Vesturgata 67 líka, minna verkefni 10 íbúðir. Vatnsstígsreiturinn sem er komin á stað, alls tæpar 50 íbúðir. Lítur svona út, ekki í dag, en nánast á morgun. Þetta er Njálsgatan, þar eru 8 íbúðir að fara af stað. Þetta eru Bergþórugatan, þar eru 3 að fara af stað. Þetta er Snorrabrautin, þar geta 40 verið að fara af stað. Þetta er Brautarholt 4A, 16 íbúðir. Þetta er Vatnsholtið sem fer af stað í haust, þetta er sjómannaskólareiturinn. Þarna er dæmi verkefni hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstukaupendur. Slíkt húsnæði er í byggingu eða fara af stað á 7 reitum alla borg, alls 750 íbúðir og við erum enn sem komið eina sveitafélagið sem er með sérstakt verkefni sem miðar að ungu fólki og fyrstu kaupendum. Hvers vegna er það? Er ekki svolítið skrítið miðað við fasteignaverðið að svona rosalega hátt hlutfall af hlutdeildarlánunum er að fara til fyrstu kaupendi í Reykjavík? Þarna erum við með módel sem önnur sveitafélög geta kíkt á til þess að laða fram verkefni fyrir ungt fólk og fyrstukaupendur. Við viljum fjölbreytni á húsnæðismarkaðinn. En þetta er Vatnsholtið í heild sinni, hér er leigufélag aldraða með frábært verkefni. Leiguíbúðir fyrir tekjuminna eldra fólk og þau hafa áhuga á að vinna með okkur að íbúðum víðar og félagsbústaðir og svo eru vaxtahúsin þarna með ungt fólk og fyrstukaupendur. Háskólinn í Reykjavík er að fara af stað með 3. reitinn, hann er fullfjármagnaður síðar á þessu ári. Hér er áhuga hópur þéttingu byggðar sem heitir Sjálfstæðisflokkurinn. Hann er að þétta byggð á Háaleitisbraut 1 og er að leggja inn teikningar á þessu ári og fer bara vonandi af stað. Gerði við okkur innviðasamning og ég veit ekki hvaðina og verður áhugavert að sjá þetta verkefni fara í gang. Hér er frábært verkefni sem verður fjallað meira hér á eftir, þar sem Búseti og Brynja, húsjóður Öryrkjabandalagsins, eru komin í samstarf. Þannig að Búseti byggir, Brynja fær hluta af íbúðunum, ekki bara á þessum reit, heldur á öðrum reitum.
Þarna fáum við blöndun, metnað og Kirkjusandur heldur áfram að byggjast upp. Síðan höldum við áfram með lífsgæðakjarnan inn á Skógavegi. Þetta verður líka kynnt hérna af Hrafnistu og eftir. Alveg ótrúlega vel heppnaðu klasi með hjúkrunarheimili, með þjónustuíbúðum, leiguíbúðum og auðvitað íbúðum hérna í grennd sem njóta góðs af þessu. Hrafnist er nefnilega með vínveitingaleyfi. Og þetta eru 80 íbúðir fyrir eldri borgara. Gylfi og Gunnar, ég held ég fari rétt með, eru síðan að fara af stað með 15 svona eða raðhús þannig Vigdísalundi rétt hjá á Fossvogsveginum og ég veit ekki betur en að þetta sé að fara í gang og það er heilmikið að gerast auðvitað inn í Vogabyggð. Ef þið leið hjá, hugið að því að ég leið hjá ofta því það er svo margt að gerast og svo hratt. Og það er verið að byggja þar auðvitað á fjöldalóða og útkomanar er iðulega jafn góð eða betri en á flugdregamyndunum og loftbelgjamyndunum sem við höfum verið að sjá á húsnæðisfundunum þegar við sjáum renderingar eins og það kallað. En annað hverfi sem er í mjög mikill uppbyggingu og við fórum yfir á opnum íbúafundi í Grafó í gær er Bryggjukverfið. Þar er verið að byggja við Tungubrjótagöturnar, Gnjúkabryggju og þar fram eftir götunum. Ljómandi hús, Bjarg og Búseti eru þar. Við erum að fá 2 mjög öfluga reiti fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur þar. Erum að fergja áfram á þessu ári. En upp í Gufunesi er líka að byggjast í Jöfurbás. Við grunast stundum að nafnanefndin sé einhvern veginn að reyna að varðveita orð úr íslensku þegar hún að velja nöfnin á þetta allt saman. En við verðum auðvitað öll ríkari líka svona sem málsamfélag. En í Jöfurbásnum er að byggjast upp og þarna er mikið af kónganöfnum. En þar er líka hluta verkefninu hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Vorum að taka skóflustungu þarna bara daginn og gott ef Hoffell er ekki að kynna þetta bara hér á eftir. Við vorum líka að selja 2 lóðir á Gufunesvegi 32 og 36 fyrir nokkrum vikum þannig að sú uppbygging ætti að fara af stað vonandi á þessu ári, get ekki alveg lofað því, ég veit ekki hvað hönnun er langt komin, en Gufunesi er auðvitað í alveg magnari uppbyggingu, fengum kynningu í gær á kvikmyndaþorpinu, núna erum við búin að selja báðar gömlu áburðarverksmiðjuskemmunnar fyrir kvikmyndaver á heimsmælikvarða og gríðarlega mikill áhugi og margt að gerast og seldum svo þetta hús hér fyrir frumkvöðla og nýsköpunarsetur. Verður auðvitað algjörlega tekið í gegn og verður mjög spennandi. Svo vorum við líka á íbúafundi á Kjalarnesi og þar er sem sagt þessi lóð í endurskipulagi er að breytast úr atvinnuhúsnæði, íbúðarhúsnæði og þessi lóð hér er fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þannig að margt að gerast líka á Kjalarnesi eins og í Úlfarsárdal. Þar eru lóðir bæði við Leirtjörnina og þar er að fara að bætast við og við horfum á það meðal annars fyrir eldra fólk. Það er líka verið að byggja fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur við Rökkvatjörn, fá meira það hér á eftir og það er verið að byggja mjög víða í hverfinu. Ef þið er ekki búin að fara í nýju sundlaugin og bókasafnið, þá skora ég á okkur að gera það og það er gríðarlega mikil og skemmtileg uppbygging upp í Úlfarsárdal. Skyggnisbraut 21 til 23 er ekki komin í gang. Þessari lóð útlutuðum við til VR fyrir nokkrum árum og þetta er ein af þeim lóðum sem við vonumst til að fari núna að komast í uppbyggingu. Það er að flytjast inn í Blæ sem er leigufélag á vegum verkalýðshreyfingarinnar og við viljum absolutt að þetta fari að komast í gang. Annað dæmi lóð sem var tilbúin fyrir margt löngu einum 5 til 7 árum með Blómavalsreiturinn. Ég kynnti hann hér fyrir 5 til 7 árum með bravúra því við höfum flýtt honum eiginlega bara í gegnum skipulag að þetta var alveg að fara í gang og ég er alltaf að hringja í Ólaf Torfason sem á Íslandshótel og á þessa lóð og hann er farin að taka alveg á sig krók af því að ég er svona handrukkar í tímalínu þegar húsnæðismálur annars vegar og ég vona að fyrirgefa mér að ég nefni þetta svona sérstaklega en það er að því ég vil absolutt
að núna standist það að þetta sé að fara í gang, því að þetta alveg rosalega skemmtilegt skipulag með frábærum inngörðum og væri full ástæða til þess að fara að sjá þetta fara af stað. Þetta eru 110 íbúðir og skipulagið og hér annað dæmi. Þetta liggur inn í félagi sem heitir Kaldalón sem á hlutabréfamarkaði og það alltaf verið að segja að þeir séu að fara af stað og við erum alltaf eitthvað að gera smá breytingar og annað slíkt. Þetta verður bara að fara af stað, annars förum við bara að leysa þessa lóð til okkar aftur. Það verður bara að vera þannig. Því að við viljum að svo húsnæðisuppbygging sem er í pípunum og fólk tekur miða við sínum áætlunum að hún gangi eftir. Og það á sannarlega við Vesturbuktina, aftur alveg frábær skipulag, mismunandi hönnun á mismunandi hluta reytana og algjör synd að þetta sé ekki þegar orðið að veruleika. Nú ég aðeins búinn að fara yfir hvað við erum að fara að úthluta til óhagnaðardrifinna félaga í ár og til næstu ára, en við erum líka með mjög áhugaverða lóðir fyrir verktaka, þróunaraðila og einkaaðila sem treysta sig til þess að fara hratt af stað. Ein lóð Haukahlíð 4. Ekki allt, nei, en mjög mikið. 25% af því sem við sjáum byggjast upp næstu 10 ár fyrir óhagnaðardrifin félög. 60% þess sem kláraðist í fyrra var fyrir óhagnaðardrifin félög, en þetta svona langtíma markmið okkar. Þú kemst kannski bara að og eftir ef að ég fæ að klára og svo komist við að og við getum bara spjallað eftir fundin. Ok? Ég ætla bara að spyrja þig að þú svara. Já. Hvað eru óhagnaðardrifin húsnæðisfélög? Óhagnaðardrifin húsnæðisfélög eru félög eins og félagsbústaðir sem byggja fyrir þá sem hafa minnst á milli handana, eins og Bjarg sem byggja fyrir almennt vinnandi fólk sem vantar örugt þak yfir höfuðið, eins og Búseti sem með búseturétt, eins og Byggingafélag námsmanna, eins og Félagsstofnun stúdenta, eins og Leigufélag aldraðra, eins og Samtök aldraðra, þeir sem að byggja á félagslegum grunni til að tryggja fólki örugt þak yfir höfuðið og eru ekki að taka út úr sínum rekstri í arð til eigenda, heldur að nota það eigið fé sem safnast upp í frekari uppbyggingu í þágu samfélagsins og þeirra félagslega markmiða sem að þarna liggja til grundvallar. Elsku Guðmundur, nú verður þú bara að bíða eins og allir aðrir, leyfa mér að klára kynninguna og við tölum saman eftir. Takk. Hér dæmi óhagnaðardrifið félag sem að byggja fyrir þá sem að vinna eru námsmenn í Háskólanum í Reykjavík, en hér hotlóð sem við erum að fara að bjóða út á almenna markaðinn, atvinnuhúsna á jarðhæð, mjög flott lóð, erum að færa þarna símalagnir, 65 almennar íbúðir sem hægt að byggja þarna, beint á móti Hótel Natura og uppbyggingunni á Hlíðarenda. Og síðan, síðast en ekki síst, erum við að fara út á markaði núna með fyrsta áfanga uppbyggingar í Skerjafirði. Þetta mjög nýstarflegt skipulag, grænt frá upphafi til enda, mjög vel hugað að rýmunum á milli húsana og fyrsti áfangin að koma til úthlutunar núna á þessu ári. Við getum ekki alveg nelt niður mánuðin á hvenær lóðirnar verða byggingahæfar, en við sjáum fyrir okkur að fá aðila inn í verkefnið, erum þegar búin að fá aðila sem að fara að byggja fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, Félagsstofnun stúdenta verður hér og Bjarg hér, en hérna erum við að fara bjóða út þessar íbúðir og þessar íbúðir. Þetta eru nokkur hundruð íbúðir alls, sjáum fyrir okkur að þetta verði svona 50-60 íbúða skammtar sem að mismunandi verktakar geta tekið að sér. Við gerum ekki ráð fyrir bílakjöllurum undir þessum húsum, heldur verður hér þjónustu- og bílastæðahús sem verður boðið út sérstaklega, sem mun þó þjóna öllu hverfinu og fólk hafi þannig frjálsara val það, hvort það eru 1, 2 bílum eða bara engum. Þannig að það fer þá ekki inn í húsnæðiskostnaðinn. Ég núna á þessari þeysireið búin að fara yfir það sem að fara í gang á þessu ári. Ég búin að fara yfir þær lóðir sem að við erum að fara að úthluta á þessu ári,
bæði til óhagnaðardrifinnar húsnæðisuppbyggingar og óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga, en líka út á almennamarkaðinn til einkaaðila. Ástæðan fyrir því að við getum gert þetta með svona fyrirsjáanleika, að við getum sett markið svona hátt, að við getum farið af stað með 2000 íbúðir á ári í 5 ár, 10.000 íbúðir alls, að við erum með innviða sýn. Við erum með samgöngusáttmála fyrir allt höfuðborgarsvæðið sem segir fyrir það hvernig við ætlum að leysa innviðina í tengslum við þessa uppbyggingu. Með borgarlínu, með göng- og hjólastígum, með stofnbrautaframkvæmdum, með Miklubraut í stokk, með Sæbrautastokk og þannig mætti áfram telja. Ástæðan fyrir því að það hefur verið svona gríðarlega kraftmikil uppbygging í Reykjavík á óhagnaðardrifnu húsnæði að við höfum náð ótrúlega góðu samstarfi við samstarfsaðilana sem margir að fara að kynna verkefni sín hér á eftir. Stór áfangi því var á 100 ára afmæli Alþýðusambands Íslands þegar við skrifuðum undir samkomulag við ASÍ og BSRB að viðstöddum húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttur fyrstu 1000 íbúðirnar sem Bjarg væri að fara að byggja. Þær eru núna orðnar að veruleika og við erum að leggja tímalínu fyrir næstu 1000. Ég ætla ekki að leyna því að það umhverfi sem á húsnæðismarkaði ekki gott. Það ekki gott fyrir neinn. Þessar gríðarlegu sveiflur frá upphrópunum offramboð í húsnæðisskort, gríðarlega sveiflur í hvað við teljum okkur þurfa mikið af verktökum og uppbyggingaraðilum, íbúðum og framboði alls ekki gott. Við erum enga síður að bregðast við þessu. Við erum að tvöfalda okkar lóðaframboð vegna þess að við getum það á grundvelli gríðarlegrar vinnu í skipulagi, gríðarlega góð samstarf sem byggst hefur upp við fjölmarga samstarfsaðila, bæði einkaaðila og óhagnaðardrifin félög, en það sem við verðum að standa saman að þessi fjölbreytta, blandaða uppbygging í húsnæðismálum verði ekki bara veruleika í Reykjavík. Hún þarf sannarlega að vera allt höfuðborgarsvæði líka og í raun þarf hún allavega að vera á öllu suðvesturhorninu í klukkustundar akstursfjarlægð frá borginni. Þannig að mín niðurstaða þegar ég fer í gegnum reynslu síðustu ára og hvað þarf til næstu ára eindregið sú að við þurfum ekki bara samgöngusáttmála innviði í samgöngumálum, við þurfum heildstæðan húsnæðissáttmála, ekki bara fyrir Reykjavík, heldur fyrir allt höfuðborgarsvæðið, heildarsýn á það hvernig við sjáum fyrir okkur uppbyggingu á þessu höfuðborgarsvæði og suðvesturhorni, hvernig við tryggjum, ekki bara í gegnum eina kjarasamninga, skiljiði, þar sem að barist þangað til fást einhver stofnframlög til næstu 2-3 ára. Það miklu eðlilegra að allir þessir uppbyggingaraðilar og samstarfsaðilar geti gengið að einhverju 10-15 ára tímalínu hvað við sjáum fyrir okkur sem samfélag að þurfa að byggja í húsnæðismálum, hvernig við ætlum að fjármagna félagslega hlutan af því, hvernig við ætlum að tryggja öryggið á leiguhlutan af því, hvað við sjáum fyrir okkur að sveitarfélög eiga félagslegum íbúðum, hvað ætlar verkalýðshreyfingin að gera, hvað þarf fyrir stúdenta, hvað þarf fyrir eldra fólk. Ef það eitthvað sem liggur fyrir, þá það á næstu 10 árum mun samfélagið eldast býsna hratt. Þau sem að verða 85 ára og við vita þetta í 85 ár, nokkurn veginn hvað mun fjölga hlutfallslega rosalega mikið í þessum hópi. Þetta allt fyrirsjáanlegt og það gengur ekki að það sé bara eitt sveitarfélag sem að reyna að sjá þetta fyrir og gera sínar áætlanir, kynna þeir á árlegum fundum, leggja spilin á borðið og reyna að fá aðra með. Ríkið hefur sem betur fer sett það í lög að öll sveitarfélög að gera húsnæðisáætlanir. En ríkið ekki með skýra húsnæðisáætlun fyrir Ísland allt.
Ríkið ekki með neina heildstæða sýn á það hvernig húsnæðismarkaður eða húsnæðisuppbygging á að þróast á höfuðborgarsvæðinu. Við þurfum húsnæðissáttmála. Við þurfum að segja hvað við þurfum mikið af húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Hvaða leiðir eru til að tryggja að það verða veruleika. Við þurfum lífsgæðakjarna fyrir eldri borgara. Við þurfum samstöðu hvar þeir eiga að vera og hvernig þeir eiga að vera samsettir. Við þurfum húsnæðissáttmála fyrir höfuðborgarsvæðið. Þar Reykjavík tilbúin, við erum að tvöfalda framboð lóða á hverju ári í næstu 5 ár til að gera okkar, en við viljum líka og þurfum á því öll að halda að aðrir komi með. Hér á eftir eru kynningar frá ótrúlega spennandi verkefni hjá ótrúlega fjölbreyttum og flottum samstarfsaðilum í þessum málum, þannig að við getum að mörgu leyti hort mjög bjartsýn inn í næstu ár og framtíðina, því að það eru svo mörg og stór og flott verkefni klár fyrir fjölbreyttan hóp og fjölbreyttan húsnæðismarkað, þar sem við erum með það að markmiði að búa til húsnæði fyrir alla. Takk fyrir. Bestu þakkir Dagur fyrir þessa yfirferð á þessi reið, eins og þú sagðir, nú ég búin að missa allan trúveruleika. Ég sagði hérna í upphafi að ég yrði bara fundarherstjóri, en við erum komin dálítið aftur úr, en það allt í lagi, hér tækifæri til þess að bæta sig. Núna munum við fá 3 lotur með 10 erindum og fyrst eru það nýir uppbyggingarreitir og svo koma óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging og svo húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og mér var sagt að segja hérna eitthvað brandara og meðan þeir eru að breyta einhverjum glærum, en ég kann auðvitað enga brandara, en mér langaði samt að nefna það að hérna Dagur kom aðeins inn og það varðandi kóngagötunar. Við erum nefnilega með götunafnanefnd starfandi á vegum borgarinnar og ég held að það sé uppáhaldsnefndi mín. Og þegar ég hætti í pólitík þá ætla ég að krefjast þess að fá sæti í þessari nefnd. Til dæmis eins og ef þið hafi pælt í Vogabyggðinni, að þá eru sem sagt göturnar þar allar nefndar eftir skipum. Þannig að Eykjarvogur, Drekavogur, Karfavogur og Drómundarvogur. Drómundi til dæmis grískt herskip og hérna Dreki herskip með drekahöfði. Og svo Kuggur kaupskip hanna fyrir vöruflutninga. Þannig að þannig leynist sagan og íslenskan í götunum okkar og mér finnst þetta svolítið fallegt. Má ég spyrja henni? Nei, þú mátt ekki spyrja neinu, vegna þess að núna þurfum við að halda dagskrá og þá ætla ég að vera þessi strangi fundarstjóri. Við ætlum að fara í... Fundarstjóri búinn að missa tökin á fundinum. Við ætlum að fá Gunnar Thoroddsen sem stjórnarformaður íslenskra fasteigna hingað upp. Hann ætlar að fjalla uppbyggingu á Orkureit og til þess fær hann 5 mínútur og hann tilbúinn? Þarna kemur hann. Gefum hann gott klapp. Já, komið sæl, ég heiti Gunnar Thoroddsen. Ég ætla að segja ykkur frá mjög spennandi verkefni sem kennt við Orkureit. Þarna nafngift kemur af því að þarna gamla rafveituhúsið en flestir þekkja mögulega reitin í dag þar sem þeir hafa komið í sýnatöku. Þannig að vonandi verður nafnavendina ekki að störfum og breytir nafninu í sýnatöku reit. En þarna á ferðinni talsvert stórt verkefni. Þetta eru 436 íbúðir sem eru í deiliskipulagsdrögum sem núna hafa nýlega reyndar hlotið afgreiðslu á Skipulagsstofnun og við vonumst til þess að verði samþykkt eða auglýst í B-deild mjög fljótlega. Og þá fyrir að stað talsverð uppbygging á næstu árum í áföngum. Fyrsti áfanginn verður vantarlega vestan í reitnum og umhverfis í rauninni Orkuhúsið sjálft
sem mun áfram standa. Þar verður atvinnufermetrar og svo á fyrstu hæðum íbúðarreitana verða líka atvinnuhúsnæði. Og núna að hefjast hönnunarferli og það svona kannski ekki ólíklegt að það verði jafnvel hægt að hefja uppbyggingu á næsta ári og mögulega þá kannski 1,5–2 árum seinna verði íbúðirnar komnar á markað en aftur eftir áföngum. Við gerum ráð fyrir því að heildarverkefni taki það bil 5 ár ef allt gengur vel. Orkureiturinn gríðarlega vel staðsettur á Suðurlandsbraut við eina helstu samgönguæð höfuðborgarsvæðisins og við eina af stoppistöðum fyrir borgarlínu. Reiturinn líka skapar ákveðna tengingu á milli uppbyggingarsvæða sem í Skeifunni og Múlunum og við Laugardalinn, þar sem náttúrulega gríðarlega verðmætt útivistarsvæði. Þarna gert ráð fyrir mjög lifandi og fjölbreyttu rými. Þarna verður atvinnustarfsemi í bland við íbúðir og af ýmsum gerðum. Þær eru sennilega í minni gerðinni þessar íbúðir. Við gerum ráð fyrir að meðal stærð íbúða verði kringum 85 fermetrar en það verður talsvert góð blöndun af íbúðum og á húsagerð líka. En reiturinn allur hannaður og hugsaður þannig að þarna verði mjög lifandi mannlíf og þarna verði í rauninni ákveðið torg sem heitir orkutorg sem hugsað sem ákveðið miðsvæði í þessum reit sem tengir saman þessi 2 stóru svæði, sem Laugardalinn og svo Múlana og Skeifuna. Þetta reitur þar sem hefur verið undirbúinn þannig að það farið eftir þessu BREM-kerfi þar sem skipulagið sjálft útbúið eftir þessum ferlum. Það sem búið að sérstaklega hugsa að sjálfbærni og í rauninni lífsgæðum íbúanna í öllu tilliti, með tilliti til samgangna, með tilliti til birtu, hljóðvistar og grænna svæða. Þannig að það gríðarlega mikil vinna í undirbúning þessa skipulags og vel að því staðið af hálfu reita sem hafa annars þennan undirbúning og við tökum svo við af þeim. En áfram munu reitir vera með orkuhúsið á reitnum fyrir atvinnurými. Hönnun húsanna fjölbreytt. Það gert ráð fyrir því að einhver hluti bygginganna kallist á við gamla orkuhúsið en þarna verði mismunandi byggingarefni og byggingarlagnóta til þess að skapa svona fjölbreytta ásýnd. Þannig að þetta þá búið hjá mér held ég, en við erum mjög spenntir fyrir verkefninu og óskum eftir góðu samstarfi við Reykjavíkurborg framhaldið. Takk fyrir. Og takk fyrir að halda tímamörkin. Við höldum áfram með nýja uppbyggingarreiti og næst tekur til máls Örn Kjartansson og það Heklureiturinn sem við fræðumst aðeins Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Sjá. Þar ég að íta á þetta. Heklureitur, já. Við tókum við þessum reit núna í mars formlega og skiptum þar, þá kom framkvæmdaraðili í staðinn fyrir bílasala sem ég held að sé gott og við erum að fulla undirbúa þennan reit sem á frábærum stað í miðsvæði borgarinnar þar sem koma nýjar íbúðir að megin hluta og þarna gert ráð fyrir í núverandi deiliskipulagstillögu sem ennþá í gangi allt að 463 íbúðum í 5 húsum og gert ráð fyrir mikilli fjölbreytni íbúða, bæði í stærðum og íbúðategundum. Þannig að þetta sannarlega fyrir mjög marga hópa og meðalstærðin hann 85 fermetrar, gert ráð fyrir 7 hæðum að meginhluta nema 8 hæðum hornir á Nóatún og Laugavegi. Síðan stallast byggingarna niður allt niður í 2 hæðir Brautarholtsmegin sem mun gerbreyta Brautarholtinu. Ég hugsa að það verði
gríðarlega skemmtileg gata í skjóli þeim megin. Þetta eru allt í hönnun ennþá og til dæmis gert ráð fyrir sameiginlegum þakgörðum á öllum húsum þar sem allir íbúar geta komið saman og auðvitað auka einhverja svona enga þakgarða þar sem það á við. Nú, deiliskipulag klárast á næstu vikum. Gott að nota tækifæri hérna af því við tökum hvatningu dags alvarlega og erum að flýta okkur eins og við getum að hvetja skipulagsfólk og borgina sjálfu að hjálpa okkur að koma síðasta metrinn í deiliskipulaginu og handrukka þá tímalínu, ef ég get notað þau orð. En við erum að reyna að fara mjög fljótt af stað. Við erum byrjar á forhönnun í góðri trú hvernig þetta mun enda. Viljum komast að stað núna í ágúst með niðurrif húsa. Við munum byrja sem frá Nót og Laugavegshorninu og vinna okkur áfram. Svona uppbygging tekin í hlutum og byrja á fyrstu 2 húsunum sem eru hérna á því horni. Það gert ráð fyrir fyrsta húsinu alltaf 90 íbúðum og næsta 100 íbúðum, þannig að þessi 2 hús eru í forgangi til að byrja með. Mögulega komast við að stað í september-október með hvað við stöndum í hönnun á þessu ári. Hljómar mjög bjartsýnt en við ætlum að keyra á þetta svona og reyna að komast að stað og hugsanlega byrjum við að afhenda íbúðir mögulega lok sumars eða mitt ár 2024, lok árs 2024 eða byrjun árs 2025 í einhverjum áfengum. Og næstu reiti sem eru C, D og E verða byggður upp samhliða í endalegum flutningi Heklu af svæðinu en Hekla sem leigir á okkur núna Hekluhúsið, orginalhúsið og bílastæði sem þar og meðan þeir eru að koma sér fyrir á öðrum stað og við munum þá taka það yfir þegar þeir fara og halda fram að byggja reitin upp. Nú þarna borgarlínuna að koma framjá frá Hlemmi og Hlemmtorgi sem nýtt sem að byggjast upp líka, þannig að þetta verður gríðarlega skemmtilegt svæði á frábærum stað til þess að geta lifað bæði bílausum lífstíl, eins líka verða bílastæði hérna í kjallarunum og auk deilibíla, þannig að við erum mjög spenntir að fara af stað með þetta og svona aðeins á lokum niðurrif húsa, mikið talað um það hvaða hús eru við að fara að rífa, til dæmis þessi. Og ef þau horfið hérna yfir, þá held ég að geta verið mjög fáir ekki sammála því að þessi þéttingarreitur og breyting á þessu reit sé bara þjóðþrifamál. Ég oft kallaði þetta hús hérna á horninu gríska húsið, steypusteytti hafa búin að standa þetta upp úr í 15 ár, en þarna verður breyting á. Takk fyrir mig. Takk kærlega Örn Kjartansson, framkvæmdastjóri Framkvæmdafélags Laugavegar EHF og við höldum áfram að fræðast nýja uppbyggingareiti og Sigurður Smári Gylfason, framkvæmdastjóri uppbygging íbúða á Ártúnshöfða þorpið hér mættur. Gjörðu svo vel. Takk. Góðan daginn. Ég hér fyrir þorpið og við erum að fara að hefja uppbyggingu í Ártúnshöfða fljótlega, þar sem mér langaði kannski bara rétt að renna yfir mjög snöggt yfir það sem við hefum verið að gera. Við urðum í rauninni dálítið til í kringum verkefni borgarinnar hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur og afhentum á síðasta ári fyrstu 45 íbúðir í því verkefni og erum að klára afhendingu á 90 íbúðum eða seinni hluta þess verkefnis núna á þessu ári. Þar eru afhenda íbúðir, þar eru afhenda stúdíóíbúðir á 20 milljónir, við erum að afhenda 3 herbergja íbúðir á 30 milljónir, við erum að afhenda 2 herbergja íbúðir á 30 milljónir, 3 herbergja íbúðir á 35 milljónir og 4 herbergja íbúðir á 40 milljónir og þetta er semst ekki aprílgabb, þetta er í raun og veru svona og það una allir glaðir við sitt, sérstaklega auðvitað kaupendurnir en verktakinn, fjárfestar og aðrir sem að verkefninu koma. Við erum líka að fara að hefja uppbyggingu á annarri lóð upp í Gufunes á 55-60 íbúðum. Það er eitthvað sem við munum hefja undirbúning á núna í ár og mögulega afhenda seinni partinn á næsta ári. Og í þriðja lagi erum við með lítið og sætt verkefni hérna vestur í bæ á Bræðraborgarstíg, þar sem við erum með í hönnun og skipulagi reit, þar sem við ætlum að útbúa hús með svokölluðu Baba Yaga konsepti eða hálfgert nornahús eins og það hefur verið kallað. Hús með femínísku ívafi einkum fyrir konur.
En jæja, Ártúnshöfðann, að við erum með gríðarlega stórt land hér undir til umræða upp í Ártúnshöfða sem má í svo rauninni segja sé hérna í kringum, fyrir ofan og fyrir neðan braggaröðina sem þið sjáu hérna fyrir miðri mynd. Og borgarlínan kemur einmitt þarna niður Stórhöfðann og í gegnum þetta svæði, í gegnum þetta byggingarsvæði sem að við erum með. Þarna er skipulagt 800 íbúða hverfi á þessu svæði sem að við höfum í hyggju að bæta við íbúðum þar kannski einhverja 200, þannig að það fari í einhverja 1000 sem ætti að vera ágætisframlag líka bara til þess að styrkja þennan enda borgarlínunnar, en Krossamýratorg er einmitt þarna líka fyrir miðri mynd sem að er fyrsta endastöð eða er endastöð á fyrsta áfanga borgarlínunnar sem að áætlað er opni 2025. Við fengum 3 spurningar til að svara. Spurning 2 var hvenær hefjast framkvæmdir við fyrsta áfanga. Við ætlum að hefja framkvæmdir á þessu ári við fyrsta áfanga sem eru 55 íbúðir efst á svæðinu, og þetta er á ákaflega fallegum stað sem að hallar gegn sól og suðri og væntanlega verða þarna frekar stærri og dýrari og fallegar íbúðir, þakíbúðir. Við ætlum að fá arkist til þess að hanna þetta fyrir okkur og við erum búin að semja við byggingafélagið Upprisu uppbyggingu á þessu. Sömuleiðis heldum við að við náum að afhenda fyrstu íbúðirnar í þessum 55 íbúða áfanga á árinu 2024. Þetta er verkefni í heild sinni er náttúrulega gríðarlega stórt. Þetta er, eins og þarna segir, þetta er svipað verkefni, bara þessi reitir sem við erum með þarna og allur Hlíðarendareiturinn í fjölda íbúða og fjölda fermetra. Og markmiðið er að fá að þessu margar arkitektastofur og auðvitað bara fleiri og fjölda verktaka til þess að tryggja þessa fjölbreytni í hönnun og kröftuga uppbyggingu. Enda þurfa margir að leggjast á skófluna. Það er líka spurt þriðja spurningin sem við fengum er hvað íbúar eiga eftir að elska við þennan uppbyggingarreit. Við byggjum okkar hugmyndi á því að þróa umhverfis- og vistvænar íbúðir og með áherslu á deililausnir og samgöngur og við munum hafa allar þessar íbúðir okkar þarna frá Svansvottaðar og þetta verður blönduð byggð, þetta verða í bland söluíbúðir, litlar og stórar, íbúðir fyrir aldraða, félagslegar íbúðir og svo framvegis. Þannig að við leggjum áherslu á það að þetta verði fjölbreytt samfélag með fjölbreyttri og góðri hönnun. Hérna sjáum við mynd af þessu nýja Krossamýratorgi og byggðin okkar þarna niður frá, hún liggur að þessu torgi þar sem að þetta er einmitt endastöð fyrsta áfanga borgarlínunnar. Þannig að það sem við höldum einmitt að fólki eftir að elska við þennan stað er að þetta verður alveg sannarlega sólríkt og fallegt hverfi sem að horfið gegn sólu og sumri og suðri og sömuleiðis að vera svona einhvern hlið inn í borgarlínuna sem að tekur fólk með fljótum hætti niður á alla stærstu vinnustaði borgarinnar, niður á Suðurlandsbraut, niður á Borgartúni, niður á Lækjartorg, Landspítala og Háskólana báða, þannig að þetta hlýtur að verða mjög elskað að búa hérna frá, en annað verða ekki. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta. Það sem skiptir auðvitað öllu máli líka í þessari stórfelldu uppbyggingu sem við stöndum frammi fyrir er að fólk hafi eitthvað fallegt að horfa út gluggann hjá sér og þegar það kemur út að það er eitthvað við að vera. Þannig að við megum ekki að gleyma því. Næst kemur Sigurlaug Sigurjónsdóttir. Hún er síðust í þessari röð nýja uppbyggingareiti og hún er arkitekt og hún ætlar að fjalla Haukahlíð. Já, finnum við. Sá hvert ég finn út úr þessum græjum. Ég er að hanna 190 íbúðir á besta stað í bænum og við erum langt komin í hönnun, gerum ráð fyrir að leið á deiliskipulagi klára B-deildina eins og heitir,
að þá séum við leggja inn fyrsta áfanga og framkvæmdir eru að hefjast bara núna í júní. Við munum nú taka þetta í svolum áföngum og þetta verður, húsið stallað bara eins og deiliskipulagið segir til mismunandi áferðir og efni og við leggjum að stað öðrum megin og klárum okkur hinum megin og við erum mikið búin að vera að fókusera á íbúðirnar í augnablikinu. Ég ger ráð fyrir að prósjektið að fyrstu íbúðir verði afhentar bara að ári liðnu og ég fékk sömu spurningar og aðilinn á undan og ég held að það að búa þarna utan í Valsvæðinu, utan í Nauthólsvíkinni og utan í miðborginni, ég held að þetta sé bara með eitt besta svæði í bænum sko. Og þetta stór, opinn, bjartur garður sem við bjóðum upp á og utan í öllum samgöngunum, við erum með utan í hjólastígum, utan í stoppustöð, utan í samgöngumiðstöðinni BSI, þannig að þetta væri bara mjög spennandi þegar að fyrsta fólk fer að flytja inn eftir ár. Ég held að þetta sé mínar 2 mínútur. Ég held samt að þú hafir átt 5 sko. Ups, hvað gerir ég núna? Þá höfum við lokið þessum kafla varðandi nýja uppbyggingareitu og við vindum okkur í óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging og fyrst á svið Böðvar Jónsson framkvæmdastjóri byggingafélags námsmanna og það Arnabakkinn. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því sem byggingafélag námsmanna að gera, að framkvæma og það sem svona næst á verkefnaskráni hjá okkur. Við erum með í dag 560 íbúðir í Reykjavík og í Hafnarfirði. Við sjáum umsýslu og rekum einnig háskólagarðana við Háskólann í Reykjavík á Nauthólsveginum, þar sem við erum með 250 íbúðir og erum með í framkvæmdum núna 90 íbúðir sem að koma inn á markaðinn núna næstu 4-5 mánuði og þá verðum við með 900 íbúðir í rekstri og við stefnum að byggingu 300 nýrra íbúða á næstu 10 árum. Það sem við erum með í vinnslu í dag og í framkvæmdum annars vegar upp í Grafarholti við Klaustur og Kapellstíg. Þar erum við að byggja 56 nýjar íbúðir, 28 þeirra voru teknar í notkun undir lok síðasta árs. 11 íbúðir verða teknar í notkun í dag og fyrstu íbúðar að flytja þangað inn bara núna á næstu klukkutímum. Og svo eru 17 íbúðir sem verða tilbúnar í maí og fara væntanlega í rekstur í júní og þá verður þessi reitur fullbyggður, 256 íbúðir í Grafarholtinu. Hins vegar erum við með í framkvæmd Austurhlíð 2-4 og Stakkahlíð 3-5. Þarna eru 126 leigueiningar, bæði herbergi og íbúðir. 63 þeirra voru teknar í notkun núna bara í byrjun þessa árs, eða janúar og febrúar. Við sjáum þarna efri hluta myndarinnar og 63 íbúðir verða tilbúnar í ágúst og verða komnar í rekstur fyrir haustönnuna. Svo það næsta verkefni sem þá Arnabakkinn og þar fyrirhugað að byggja 65 námsmannaíbúðir auk félagsrýmis sem orðin svona standart í hönnun á þessum námsmannagörðum hjá okkur í dag. Við áformum að byggja þarna 35 einstaklingsíbúðir í kringum 40 fermetra og svo 30 fjölskylduíbúðir sem við köllum eða 3 herbergjaíbúðir sem eru þá 60-70 fermetrar. Við erum að vinna í forhönnun og undirbúningi að þessu verkefni og reiknum með að það náist á þessu ári og vonandi getum við gengið frá framkvæmdasamningi svona undir lok árs og framkvæmdir getur þá hafist á næsta ári. Við reiknum með að þær taki 2 ár þannig að þessar íbúðir verði tilbúnar undir lok árs 2024 og komið þá í rekstur 2025 upphafi þess árs. Við erum mjög spennt fyrir þessu verkefni, teljum þetta vera
góða staðsetningu fyrir okkar viðskiptavini. Þarna öll þjónusta sem okkar fólk að leitast eftir, skóli, leikskóli, mikil þjónusta bæði verslana og þjónustufyrirtækja í nágrenninu og auðvitað mjög góðar samgöngur í næsta nágrenni. Takk fyrir. Bestu þakkir. Því næst kemur Hlynur Örn Björgvinsson og fjallar kirkjusand og fleira. Það fyrir búseta, Ártúnshöfða, Klasa, já, og fleira. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Eins og þegar við séð og komið fram í dag að við erum búin að vera að byggja töluvert núna síðustu ár. En það sem mér langaði að segja fyrir okkur í dag þessi 2 verkefni sem við erum með á teikniborðinu, Hallgerðargötu og Eirhöfða, og koma aðeins inn á verkefni sem við höfum gert og Keilugranda sem við lokum á síðustu ári. Hallgerðargata, þetta á næst besta stað í bænum vegna þess að Sigurlaug tók besta staðinn í bænum. En þetta á mjög skemmtileg staðinn kirkjusandi fyrir aftan gamla Íslandsbankahúsið. Verður svolítið skemmtilegt uppábrot á þaki. Húsið verður á 2-3 hæðum við bílakjallara hluta fyrir 36 bíla eða svo. Þetta verður 2-5 herbergi íbúðir, blöndu byggð. Ásýndin verður mjög skemmtileg á þessu húsi. Þetta eru renderingmyndir eins og það hefur komið fram, þannig að þetta hús verður klætt á utan og verður kannski aðeins meira breyting í gluggavali og svoleiðis. Næsta verkefni sem ég ætla að segja frá Eirhöfði, Borgarhöfðin, og þarna sjáum við borgarlínuna og borgarstöðuna sem gulli bletturinn Við verum með fyrstu húsunum sem fara að rísa þarna á lóðinni. Þetta lóð sem sérverka með og við erum með 4 hús á lóðinni, 150 íbúðir. Við tökum 1 hús af því sem þarna með dökka hlutunum, efsta hlutunum. Og rauði blettur við hliðina og það verður semst bílastæðhúsið á svæðinu sem mun tengja þá húsin saman í þessu. En það sem búið að tala svo mikið skipulagið á þessu svæðum og svona, það langaði mig líka að koma aðeins inn á byggingarlausnir og hvað við erum að reyna að vanda okkur til verks í að byggja hús. Að það kemur líka svolítið mikið inn á það og svona nýjungar sem ég langaði að segja ykkur frá sem við erum að gera til dæmis eins og við sjáum húsin hérna á efstu mynd, þau eru svona svört. Þetta til dæmis öndunardúkur sem við klæðum húsin í utan á einangrunina til þess að verja gagnvart veðri og vindum. Og þetta erum við farin að gera við öll hús okkar í dag. Bara til þess að hafa endingunum sem besta. Við erum að reka þessu hús í ókominn ár, allan lífstíman. Þannig að þetta hagur fyrir alla að minnka viðhaldslutann eins sem við getum. Og bara sem dæmi eins og þessi gluggi hérna, hann búinn að þróast núna í 3 útgáfur hjá okkur með gluggaframleiðanda. Þannig að þessi gluggi kemur úti með teipi á, hann kemur með listum og öllu svona hlutum. Þannig að við erum búin að klára 4-5 verkþætti í einu hlut í bestu aðstöðum í verksmiðju, svo fá hann heim og getur sett hann í byggingar okkar. Og þegar þetta kemur allt saman, þá fáum við bara glæsilega reiti og glæsileg hús. Þannig ég hef svo sem ekkert mikið að segja um þetta í bili. Takk fyrir mig. Bestu þakkir. Og áfram höldum við og síðasta erindið í þessum hluta flytur Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs, gjörðu svo vel. Og þetta Brekknás og Hálendisbraut. Það var að byrja að finna hvað að taka á þetta til að fá þetta áfram. Herri, já, Bjarg íbúðafélag, aðeins verið fjallað það hérna í dag, en það búið að mikil uppbygging í gangi hjá okkur og við erum búin að eiga mjög ánægilegt samstarf við Reykjavíkurborg þetta verkefni sem búin að fara mjög bratt á stað hjá okkur. Aðeins svona bara til að ná utan verkefni sem við erum búin að vera í. Það ekki nema tæp 3 ár síðan við afhentum fyrstu íbúðina sem við byggðum og við erum núna búin með 513 íbúðir í leigu í Reykjavík og við eigum samstarfi mjög marga aðila, byggingaraðila,
verktak og arkitekt og verkfræðistofur og þannig höfum við náð að gera þetta verkefni dálítið hratt og vel. Við erum að byggja íbúðir sem eru svona í smærri kantinum en henta vel fyrir þennan hóp sem við erum að vinna fyrir og við höfum verið að ná þessu meðalverði, leiguverði einhver 160.000 sem náttúrulega langt undir því sem gengur að gerast á markaðnum og bara mjög ánægilegt hvað þetta hefur tekist vel. Og við ætlum að halda áfram þessu góða starfi og Reykjavíkurborg styður mjög vel við þetta og það verkefni sem að fara í gang núna verkefni upp í Árbæ, upp í Brekknás. Þetta efst í hverfinu og þarna erum við að byggja hús sem við erum búin að byggja dálítið af. Við erum búin að þróa þetta hús og við erum búin að byggja þið í sveitarfélögunum í kringum höfuðborgarsvæði og höfum dálítið talað fyrir að geta komið með svona þess að gerða húsum inn í höfuðborgina út af því að þetta eru mjög hagkvæm hús og litlar blokkir á 2 hæðum og við fengum að þróa þennan reit með Reykjavíkurborg og það dálítið mikilvægt til að ná fram þessar hámarks hagkvæmni, það að fá að koma inn á þróunarstigið. Þannig að þetta verkefni að fara bara í gang með haustinu og fyrstu íbúðir ættu þá að koma í leigu þá rúmu ári seinna. Hin 2 verkefni sem við erum að vinna í og eru á fleygiferð núna og það eru engar renderingar hér heldur bara að vera að vinna á fullu. Að það Haukahlíðin, þetta hot þarna. Þetta náttúrulega lóð sem bara tilbúin til byggingar, þannig að við erum á fleygiferð að setja hönnun og allt í gang. Við vorum bara að fá þessu útluta bara núna. Vorum að ganga frá þessum stoppframlögum þessar mundir. Síðan erum við lóð í Safamýri, Hálendisbraut. Mjög áhugaverð lóð á góðum stað, ekki einföld lóð að vinna með, þar sem að hún á horni mikilla umferðargatna. En þetta bara verkefni sem við erum að vinna með, hvernig við ætlum að ná að byggja hagkvæmt en halda gæðunum út af við leggjum alltaf áherslu á það að við erum ekki með neinn afslátt af gæðum í okkar íbúðum. Þannig að þetta verkefni sem líka að fara á stað þá seinni part þessa árs og við miðum við að sé svona 18 mánuðir sem líður frá því að við stingum niður skóflu þar til við getum afhent fyrstu íbúð. Þannig að þetta eru þessi verkefni sem við erum að fara að stað með á þessu ár og ég ætla bara að fókusera á þau en eins og við sáum í kynningunni frá Degi þá metnafullt prógram áfram og við ætlum að reyna að standa okkar plikt að reyna að vinna á leigumarkaðnum. Takk fyrir. Takk fyrir Björn. Þá höfum við lokið yfirferð óhagnaðardrifna uppbyggingu í Reykjavík og næst vindum við okkur í húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og hingað kominn Hilmar Steinar Sigurðsson, framkvæmdastjóri og fjallar Gufunesið. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Við fengum það frábæra verkefni að hanna húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur og það sem var svo og það sem var svo spennandi við það að við gátum tekið með allri hönnun og skipulagi frá fyrsta degi, þannig að hvað unga fólki vill og ekki nóg með það, þá fengum við tækifæri að gera þetta í Gufunesinu, það sem allt að gerast þessa dagana, þessi mikli kraftur og mikil orka sem í kringu Gufunesið og Gufunesið svona dæmi svæði sem kannski var fyrir nokkrum árum svona öskuhaugaímynd, en núna þetta að vera svo spennandi, unga fólkið og ýmis aðrir kaupendahópar munu horfa á þetta svæði núna í framtíðinni. Þannig að við erum þessi rauði debillin þarna nálægt sjónum, nálægt stúdíónum, Baltasar og skemmtileg byggð sem verður með blöndu að svona kvikmyndagerð og frumkvöðlum. Verkefni byrjaði náttúrulega sem frá Reykjavík að þetta svona afurð af því að við tókum þátt í samkeppni og vorum ofarlega og þá var fókus á að fara í þennan unga hóp
18-40 ára og eru fyrstu kaupendur. Stærðirnar á íbúðunum eru 40 til 120 fermetra og meðal stærðin 67. Og við erum búin að vera að hanna húsin miðað við það að fólk getur sótt hlutdeildarlán frá fyrsta degi, sem er mikilvægt til að létta kaupin. Við erum að byrja núna, við erum í framkvæmdum núna á 14 íbúðum sem eru afhentar núna í lok þessa árs eða byrjun næsta árs. Og síðan erum við að byrja framkvæmdir á húsi 2 núna í vor og sem verður afhent á næsta sumar. Og síðan eru framkvæmdir að hefjast þarna í ársbyrjun næsta árs með afhendingu í árslok. Þannig að þetta verkefni er bara á fleygiferð og þetta verða einingar. Þetta er einingahús á Noregi á steyptu söklum, þannig að þetta er vistvænt og öll svona hönnun eins og kom fram, þetta er ungt fólk, við fórum í svona skandinavíska hönnun á þessu, en að gera þetta smekklegt og ekki dregið úr gæðum. Við erum að nýta fermetrana mjög vel og ég tók sama statistík að 40% íbúðuna er með einu svefnherbergi, 20% með tveimur og síðan 20% stúdíó. Fyrstu kaupendur vilja hafa þetta litlar íbúðir, þú voru að koma þér inn á markaðinn og þetta gerir það verkum, það er þægilegri kaup. Við erum með ákveðum að nýta risinn, þannig að efstu hæðirnar eru allt 2 hæða íbúðir og með þá svölum á báðum hæðum. Við erum að setja loftskiptakerfi í allar íbúðurnar sem er dálítið svona skandinavist og eykur gæði búsetu. Við erum með skjólsælan garð í miðjunni. Þannig að og síðan er staðsetningin í Gufunessi nálega við náttúru og sjóinn, þannig að þetta er mjög spennandi staðsetning. Þannig að ég held að þetta bara ég eftir að slá í gegn. Þannig að takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Ég tek undir það að mörg tækifæri þannig í Gufunessi eins og til dæmis að færa móttökuflokkunarstöðina þarna hjá Sorpu. Það er næsta verkefni líka. Og hvað ætlum við að byggja ofan á gömlu öskuhaugunum vegna þess að þar má ekki vera íbúabyggð. Mér dettur í hug golfvöllur, en það er kannski til umræðu síðar vegna þess að hingað er komin Gísli Örn, gjörðu svo vel, Bjarni Héðinsson og fyrir Urðarsel og Rökkvatjörn. Já, komið í sæl. Við erum að fara á stað með 52 íbúðir í Rökkvatjörn og þetta eru félögum sem standa því. Urðarsel er eigandi verkefnisins og Alverk framkvæmir og Ebla og Arctic Nordic hönnuðu. Og þetta við fórum í deiliskipulagsbreytingu og eftir hana breyttum við þess að húsunum í 3 lítil svona punkthús. Það sem að þú ert að fá aukin gæði í formi útsýnis í begge átta yfirleitt og góða nýtingu. Nú þetta eru 33 bílastæði í kjallara sem er nú kannski svona þyngst við þetta verkefni. En öðru leyti meðalstærð 65 fermetrar og 26 2-herbergja íbúðir sem sumar eru bara 40 fermetrar, þannig að mjög hagkvæm stærð þar. Nú, jarðvinna er að hefjast bara núna í þessu mánuði og þannig að dagur fyrir vonandi að brýna skófluna. Nú, þetta eru nútímalegar og bjartar íbúðir eins og þið sjáið, þannig verðum við með grænt þak, við erum með álklætt hús og álklædda tréglugga. Við erum að tala um að þetta verður svanasvottað með lokuðu loftræstikerfi og hverfið er að mörgu leyti orðið mjög þroskað og gott. Eins og kom fram, komin í sundlaug, það er stutt í almenningssamgöngur, stutt í náttúru, þannig að umhverfið hentar að mörgu leyti mjög vel fyrir fyrstu kaupendur og barnafólk. Það er mikið af börnum í svona ungum hverfum og já, og sala verður nú svona seinni hluta þessa árs, vonast við til. Takk.
Þetta var snöfumannlegt gert. Núna fáum við síðastan í þessari röð Ariel Pétursson, stjórnarformann fyrir Sléttuveg og stjórnarformaður Hrafnistu, er það ekki rétt hjá mér? Og hann ætlar að fjalla Sléttuveg, gjörðu svo vel. Þakka fyrir, stjórnarformaður Sjómannadagsráðs. Og ég vil byrja á því að þakka kærlega öllum mælendum nema Degi fyrir að hafa haldið sig innan tímarammans, af því að það veitir mér svigrúm til þess að gera það ekki. Því að ég heyrði fyrst af þessum tímaramma í gær en erindið svona old school ræðu samt í fyrradag. En síðast þegar mér veittist sá heiður að fá að tala hér í Ráðhúsinu var ég fulltrúi frá svokölluðu Reykjavíkurráði ungmenna. Yrkisefnið þá var hvað betur mætti fara hjá ungu fólki og vítin sem það þyrfti að varast. Nú er ég mættur hér á nýjan leik en í þetta skipti til að tala eldra fólk og öryggi þess og aðbúnað á ævikvöldinu. Það er því talsvert langt aldursbil á milli þessara tveggja hópa sem ég hef talað fyrir. Kannski sérstaklega í ljósi þeirra staðreyndar að vísindasamfélagið fullyrðir að fyrsta manneskjan sem eigi eftir að vera 150 ára sé nú þegar fædd einhvers staðar í heiminum. Væntanlega eru við flest eða öll sem hér erum þokkalega sátt við að þau örlög bíði annara heldur en okkar. En sjómenn á höfuðborgarsvæðinu efndu fyrir hartnær 80 árum til samtals við þjóðina og höfðu forgöngu byggingu fyrsta Hrafnistu heimilisins til þess að tryggja öldruðum sjómönnum, eiginkonum þeirra og ekkjum pláss á elliheimili á ævikvöldinu. Viðtökurnar voru stórkostlegar. Landsmenn og þá ekki síst bæjarbúar í Reykjavík fylgdu sér að baki verkefninu og allar götur síðan hefur borgin staðið þétt við bak þeirra miklu starfsemi sem við rekum í dag. Og nú er enn eitt samstarfsverkefni okkar framundan. Eflaust er flestum ykkar kunnugt uppbyggingu og starfsemi okkar við Sléttuveg í Fossvogsdalnum. Þar höfum við góðu samstarfi við borgina byggt upp nútímalegan lífsgæðakjarna fyrir aldraða, þar sem hjúkrunarrými og leiguíbúðir eru byggð utan sameiginlegan þjónustukjarna allra íbúa og í þessu tilfelli reyndar kjarna sem opinn er fyrir aðra aldraða íbúa í nágrenninu og í raunar í borginni allri. Húsin á Sléttunni, eins og við köllum þessa viðamiklu byggingar sem teknar voru í notkun árið 2020, hafa staðist allar væntingar. Auk 99 hjúkrunarrýma og fjölbreyttrar þjónustumiðstöðar eru þar 60 litlar og meðalstórar leiguíbúðir og er spurn eftir þeim margfalt meiri en hægt hefur verið að anna. Verkefni framundan og ástæða þess að ég er fenginn hér í pontuna er bygging 87 svipaðra leiguíbúða til viðbótar. Jarðvegsframkvæmdir munu hefja strax í vor og stefnt er að því að fyrstu íbúar geti tekið sér þar bólfestu í byrjun 2024. Það var mikil gleðidagur fyrir marga aðra heldur en íbúana eina. En þessi áfangi er þó langt í frá einhvers konar endastöð. Verkefni ríkis, borgar og sjómannadagsráðs í öldrunarþjónustu er vafalítið eilíða verkefni og ekki síst sú spá rætist að þessi okkar verði 150 ára eða meir þegar framlíða stundir. Við í sjómannadagsráði ætlum hins vegar ekki að hvetja til þeirrar þróunar. Það er annar að gera það bæði hins alþjóðlega vísindasamfélags og stjórnvalda allan heim. En sjómannadagsráð getur hins vegar ekki heldur leyft sér að heyra hvorki né sjá. Í hugsjón frumkvöðlana áhyggjulaust ævikvöld voru engin aldurstakmörk og enda þótt verkefni morgundagsins sé af annarri stærðargráðu en lagt var af stað með í upphafi, munum við gera okkar besta til þess að verða ekki áhorfendur, heldur þáttakendur í þessari mikilvægu öldrunarþjónustu sem framundan er. Það mun reyna mikið á sveigjanleika og fjölbreytni. Gamla hugsjónin elliheimili með öllu sínu öryggi var og er góðu grunnur en hún er úrelt og hefur verið það lengi. Valkostum aldraðra hefur sem betur fyrir fjölgað og þjónustan hefur undið upp á sig sömuleiðis. Vegferðin sem nú verður haldið áfram með á Sléttuveginum, það er bygging íbúða í nágrenni þjónustukjarna fyrir aldraða, hófst fyrir meira en 4 áratugum síðan. Fyrst með byggingu íbúða til einkaeigu á lóð Hrafnistu í Hafnarfirði og í kjölfarið í Laugarás og við Kleppsveg. Og fyrir 20 árum síðan byggði sjómannadagsráð fyrstu leiguíbúðirnar með tengingu við lífsgæðakjarna sína og voru viðtökurnar þannig að áfram hefur verið haldið á þeirri braut eftir því sem kostur hefur verið. Meðalaldur íbúa í þessum íbúðum er svipaður og á hjúkrunarheimilum eða 83 ár, en aðstæður og aðbúnaður auðveldar íbúum að búa þar sjálfstætt lengur heldur en ella.
Fyrirnefndar og fyrirhugaðar 87 nýjar íbúðir í húsunum á sléttunni verða kærkomin viðbót og munu án efa fyllast á augabragði þegar þar að kemur. Ég vil gera það umtalsefni í þessu erindi mínu að í takti við allt það regluverk sem umlykur uppbyggingu og nýframkvæmdir á sviði hjúkrunarheimila eru framkvæmdir að miklu leyti á ábyrgð viðkomandi sveitarfélags. Sjómannadagsráð hefur langa reynslu að baki hönnunar og byggingu hjúkrunarheimila og tengdra mannvirkja. Reykjavíkurborg með núverandi borgarstjóra sinn í broddi fylkingar hafði bæði þá víðsýni og þann kjark að treysta Sjómannadagsráði fyrir framkvæmdaþættinum við hjúkrunarheimili við Sléttuveg. Og væntanlega ættu báðir aðilar, það Sjómannadagsráð og borgaryfirvöld, að fara í sögubækurnar fyrir að hafa haldið stofnkostnaðinum undir en ekki yfir kostnaðaráætlun og reisa þessa glæsilegu bygginga fyrir minna en 500 000 krónur á fermetran á meðan annars staðar erum við að sjá alltaf tvöfalt hærri tölur. Sama fyrirkomulag við hönnun þessara nýju bygginga sem framundan eru. Það verður hvergi til sparað til þess að gera byggingu íbúðuna eins vel úr garði og kostur er. Hvergi verður heldur gefið eftir í kröfum hagræðingu og sparnað. Meðalvegurinn gullinn og munum við feta hann eins vel og frekast raund. Og þetta skiptir máli vegna þess að markmið uppbyggingar og rekstur Sjómannadagsráðs hefur aldrei verið að hagnast á fjárfestingu sínum, heldur fyrst og fremst að veita þjónustu sem næst kostnaðarverði. Þess vegna mun ráðdeildarsemi við byggingu þessara 87 leiguíbúða skila sér í leiguverðinu sem íbúum mun bjóðast fyrir búsetu. Og ég vil leyfa mér í lokin að, fyrst ég komin hingað, að flytja ykkur svona örfyrirlestur umfang starfsemi Sjómannadagsráðs á höfuðborgarsvæðinu þessar mundir. Við störfum í dag á 96.000 fermetrum í 5 sveitarfélögum og Reykjavíkurborg þar eðlilega í langstærsta hlutverkinu. Við veitum 800 íbúum skjól á hjúkrunarheimilum okkar, þjónustum 350 aðra íbúa í leiguíbúðum Sjómannadagsráðs og auki mikinn fjölda fólks í eigin íbúðum í nágrenni þjónustukjarnanna. Félagið veitir 1500 manns atvinnu og veltir það bil 13 milljörðum króna á ári. Að baki Sjómannadagsráði standa stéttarfélög sjómanna á höfuðborgarsvæðinu og það trausta eignarhald hefur aldrei hinni löngu sögu félagsins greitt sér út arð, heldur nýtt allan afgang frá rekstri í áframhaldandi uppbyggingu. Ekkert bendir til annars en að svo muni verða áfram langa framtíð. Ég vil að lokum þakka Reykjavíkurborg kærlega fyrir ánægjulegt samstarf gegnum árin. Við gætum sennilega lítið gert ef borgin væri ekki með okkur. En ég líka nokkuð vissum að borgin væri svolítið handlama ef ekki væri við ykkur til aðstofar. Við erum sérstætt helviti góð saman. Takk fyrir. Takk kærlega, Ariel. Og ég tek undir orð þín varðandi tímastjórnun gesta. Bestu þakkir til ykkar. Þá erum við komin að grænu húsnæði til framtíðar. Og hingað vil ég bjóða á svið Hilmar Magnússon og Huldu Hallgrímsdóttur verkefnastjóri atvinnu- og borgarþróunarteyminu til þess að kynna niðurstöður dómnefndar í samkeppni grænt húsnæði framtíðarinnar á grænum uppbyggingarlóðum og það verður væntanlega notuð græn steypa í öllu þessu. Já, góðan daginn og gaman að vera með ykkur hér í dag. Þetta sannarlega ánægjulegt tilefni. Við Hulda erum verkefnastjórar á skrifstofu í atvinnu- og borgarþróunarteymi skrifstofu borgarstjóra og fengum þetta mjög skemmtilega og svona athyglisverða og lærdómsríka verkefni að halda utan þetta græna húsnæði framtíðarinnar. En vindum okkur bara í þetta. Markmið verkefnisins samstarf borgarinnar við uppbyggingaraðila á 5 lóðum í borginni til að búa til vistvænni mannvirki þar sem dregir úr neikvæðum áhrifum á loftslag og umhverfi. Verkefni hluti að fjárfestingaráætlun borgarinnar græna planinu og tekur mið af öðrum okkar áætlunum eins og aðalskipulagi og loftslagsáætlun. En við horfum þarna heildrænt á efnahagslega, samfélagslega og umhverfislega sjálfbærni.
Þetta eru 5 lóðir eins og við sjáum þarna á kortinu, víðsvegar borgina, Breiðholt, það eru 3 þar í Völvufellinu og Arnarbakka og svo erum við niður á Frakkastíg og svo erum við á Veðurstofureit. Nú við fengum 35 umsóknir, umsóknarfrestur rann út 31. janúar, við auglýstum í nóvember. En það voru 15 teymi sem sendu okkur þessar 35 umsóknir. Dómnefndina skipuðu Borghildur Sölvi Sturludóttir, arkitekt og deildarstjóri deiliskipulagsáætlana hjá skipulagsfulltrúa, Reykjavíkurborg, Gunnar Örn Sigurðsson, arkitekt hjá Ask arkitektum, Gyða Mjöll Ingólfsdóttir, verkfræðingur og verkefnastjóri umhverfismála hjá umhverfis- og skipulagssviði, og Hulda Hallgrímsdóttir, sem stendur mér við hlið, sem er verkefnastjóri í loftslagsverkefnum í atvinnu- og borgarþróunarteyminu. Og ég fekk svo það hlutverk að halda utan ritun dómnefndarinnar og svona ráðgjöf og eitthvað svona. En dómnefnd hefur ákveðið hvað teymi hún telur rétt að Reykjavíkurborg velji til samningaviðræðna þær 5 lóðir sem að borgin lagði til í verkefnið og markmiðið að það verði til útgáfa formlegra lóðavilyrða og í kjölfarið lóðaúthlutun með þeim skilyrðum og kvöðum sem skilgreind verða í hverju tilviki fyrir sig, þannig að markmið verkefnisins náist. Og þá erum við komin að niðurstöðum dómnefndar og við erum að kalla borgarstjóra fyrst á svið kannski til að fá hann til að afhenda blóm hér. Blómadrengur. En já, það komið að þessu og ég ætla að vera svona rödd dómnefndar en ætla að fá ykkur kannski til að vera í smá á trommunum í sal og jafnvel þið sem heima sitja líka. Við ætlum bara að skella okkur í þetta. Þetta eru 5 lóðir eins og Hilmar sagði og við ætlum að byrja á lóð 1 í Breiðholtinu og það er Arnarbakki 6 og þá og þar er það Alverk, Gríma, Tendra og Vaffesó. Ég ætla að biðja teymið að koma hérna upp á sviða þá sem eru á staðnum. Þegar þið ekki örugglega fá bara 1 vönd. Jú, bara 1 vöndur því mér að þið verða skiptunum á milli ykkar. Innilega til hamingju. Og ég ætla bara að lesa hérna aðeins úr niðurstöðu dómnefndar. Dómnefnd þykir hugmyndafræði verkefnisins þar sem hönnun bygginga og útfærsla nærumhverfisins styðja félagslega snertifleti íbúa þvert á kynslóðir og félagslega stöðu vera góð og áhugaverð á þessum stað í Breiðholtinu. Og bara innilega til hamingju og við hlökkum til samstarfsins og áframhaldsins. Ég var víst ekki alveg búin, en þið megið setjast samt. Það var önnur glæri og það er markmið varðandi sjálfbærni eru skýr og teymið ætlar að svansvota byggingun ásamt því að nota hugbúnaðinn One Click LCA í ferlinu og hyggst gera minnstakosti 10 samanburðargreiningar á byggingarefnum auk þess að hafa EBD-blöð fyrir að minnstakosti 10 byggingarefni og auk þess mun teymið nýta minnstakosti 5 LCC-greiningar til að velja hönnunarlausnir. Þetta var svona smá tæknilegt, það eru kannski einhverjir sem eru með og vita eitthvað hvað þetta snýst, en allavega þetta eru bara flott markmið og við hlökkum til að fylgjast með. Og þá er komið að næsta, þá erum við aftur í Breiðholtinu og það er Völvufell 13 til 23 og bara ef ekki að gera trommunar eftir. Og þar er það Vistbyggð, Efla og Arkis arkitektar og endilega kalla þau svið líka. Sælir og bara innilega til hamingju. Hamingju. Til hamingju. 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 Ég ætla aðeins að lesa hérna líka.
Það var reynslu mikið á þverfaglegt teymi með kynningamöppum með metnaðarfullum verkefnum, góð og vel unnin umsókn og heildarhugmynd vel hugsað og unnið. Teymið leggur til að íbúðabyggingarnar verði vistvottaðar með svansvottun og er með losunarmarkmið sem eru metnaðarfull og ætla teymið að finna lausnir svo að losun fari niður í það bil 250 kíló CO2 á fermeter. Og við hlökkum bara líka til samstagsins með ykkur og bara innilega til hamingju. Ég hef kannski sagt að í gær, ég var svona, það eitthvað kvef sem heldist yfir mig að því ég var að velja myndir í gær, þetta er kannski ekki beint eitthvað húsnætt, en ég valdi allar sumarlegustu myndir, en mér fannst það eitthvað svo, já, það hörfið eitthvað til mín, sem maður segir. Heyrðu, Völvufell 43 er næsta og þar, já, trommusláttin, einmitt, þeir eru farin að kunna þetta. Það var eitthvað fæst þarna, en þetta er Arcthing Nordic Ebla og Þingvangur. Hvað sagðirðu? Og S8. Og S8, já, einmitt, afsakið. Bara aftur, innlega til hamingju. Það hamingju. Hvað sagði til hamingju? Já. Það hamingju. Heildarhugmynd byggir á forsmíðum timbureiningum og steypu þar sem 30% bindiefnis hefur verið skipt út auk þess að draga úr magni steypu. Við hönnun segjast höfundar munu leitast við að festa hluti saman með mekanískum hætti í stað þess að líma upp til að auðvelda endurnýtingu. Teymið huga því vel að förgun og endurnýtingu. Teymið hyggst svansvottaverkefnið og einsetur sér að ná 25 stigum af 44 í svanninum og teymið setur sér markmið að draga úr kolefnisspori 50% með viðmiðunarhús og það verði ekki hærra en 333 kíló CO2 á fermeter. Og við hlökkum til samstagsins og bara innilega til hamingju með þetta. Þá er það frakkastígur 1 og trommunar. Það er eitthvað gerst í hérna, en það er Ida og Linnea, eins og maður segir á dönsku, SAP-arkitektar Sigríður Ósk, Hanna verkfræðistofa og Sveinn Ragnarsson. Og ég ætla að lesa það líka. Í áherslum teymisins á hringrásar hugsun má svo sterka heildarhugmynd sem með sannfærandi hætti gengur lengra en það sem finna má í öðrum umsóknum. Af umsókninni má lesa að teymið hefur góð tök á aðferðafræði og útreikningum varðandi minnka kolefnisfótspor bygginga. Umhverfisþátturinn er vel útfærður og byggir á skýrum og trúverðugum markmiðum. Þetta gefur fyrirheit umfangsmeiri endurnýtingu byggingarefna en þekkt hefur verið við nýbyggingar hér á landi. Samhliða þessu sýnir teymið fram á hvernig það hyggst vinna með endurunnin og endurnýtt byggingarefni bæði tækni og fagurfræðilega sem aftur byggir undir markmið teymisins að verkefni verði kyndilverkefni í íslenskum byggingariðnaði. Og þetta er svona bara smá, þetta er allt í rauninni þegar við vorum að biðja umsóknina þá skrifuðu teymin mikið þetta að við vorum að kíkja á byggingarefni, framkvæmdasvæði og annað sem að krafðist meira að teymin væri að setja sér einhvers konar konsept meira í skrifuðu máli, en svo voru einhver teymana sem að útfæra þetta einni á reitunum og þetta er bara fyrstu skrifin hér sem er bara mjög gaman að sjá og bara innilega til hamingju til ykkar. Bara, ég er alveg upp í það að maður þakka fyrir sig og mamma er að horfa. Já, en það sem að ég vildi bara segja er að ég vildi þakka Reykjavíkurborg út af því að það er ekkert annað sveitafélag þó að mörg eru að gera mjög vel. Að það megi því að fá klapp á bakið við það að koma að stað svona þróunarreitum sem að sannarlega hafa mjög strangar kröfur í sannarlega grænni uppbyggingu. Því við vitum það, við erum búin að horfa á alla þessa uppbyggingu sem er að fara í gang og hefur verið í gangi hér í Reykjavík, að byggingariðnaðurinn losar langmest, meira en 1/3 á heimsvísu, úrgangurinn frá okkur, mannvirkjageiranum, er 40% og við verðum að breyta kúrs og skipta aðferðir
og það ætlum við að gera og vonumst til að gera okkur öll stolt með það. Takk fyrir ykkar framsýni. Takk fyrir það. Þá erum við komin að rúsinni í pilsvendunum og það er veðurstofureitur og ef ekki bara gefa þessu síðustu trommuna hérna. Og þar er það Brandsvík, ESA arkitektur, Arkibygg arkitektar, Anna landslagsarkitekt, Exa Nordic, Ístak og The Living Core. Gjöru svo vel. Innilega til hamingju. Ég ætla líka að fá að lesa hérna. Tillagan þykir sérlega áhugaverð og ber með sér frískan blæ. Dómnefnd er hrifin af ásýnd verkefnisins og sjálfbærni með markmiðum. Áform teymisins að skapa vínalegt og grænt umhverfi sem tengir saman fólk, fyrirtæki og stofnanir endurspeglast í verkefnaútfærslu. Umsóknin sýnir metnað bæði hvað varðar arkitektur og sjálfbærni og voru hugmyndir vel útfærar og skýrar. Dómnefnd þykir jákvætt hvernig teymi vinnur með félagslega þáttinn og hvernig það greinir markhópa verkefnisins og vinnur með í framhaldinu til að mynda í innra fyrirkomuli. Þáttaka The Living Core í teyminu þykir styðjandi þessa nálgun. Og svo er hérna smá mynd sem að bara sýnir smá hluta af verkefninu og ég held að þið geti alveg verið fullviss það að þið munið fá að sjá mun meira frá þessum verkefnum öllum 5 bara í framtíðinni og við hlökkum til að fylgjast með teymunum vinna þetta. En innilega til hamingju til ykkar. Og þá held ég að við bara ljúkum þessu hér og segjum takk fyrir í dag. Var ánægilegt að vera með ykkur og já. Takk kærlega, ég sé að blómin eru búin og ég vil nota tækifærið og óska vinningshöfum innilega til hamingju. Án ykkar byggjum við lítið í Reykjavík. En við erum komin að lokum þessa fundar. Og það er eiginlega þrennt sem að ég tek með mér eftir þennan fund í dag. Við höfum fengið mjög góðar kynningar á yfirgripsmikilli uppbyggingu í Reykjavík og ég vil þakka ykkur öllum sem að komið hingað og sögðu okkur frá þessum verkefnum. Reykjavík er í dag að tvöfalda lóðaframboð sitt í ár og til næstu 5 ára. Og það er mjög gott. En hér er líka kallað eftir því að við séum í meira samstarfi þvert á sveitarfélög og með ríkinu og hér er kallað eftir húsnæðisuppbyggingarsáttmála. Rétt eins og við gerðum með samgöngusáttmálann. Og þetta langar mig að undirstrika vegna þess að við gerum ekkert í tómarúmi, við eigum að gera þetta saman af því að markmiðin eru þau sömu. Við þurfum að draga úr sveiflum á markaði og það gerum við með því að taka höndum saman uppbyggingu fjölbreytts húsnæði. En það eru auðvitað áskoranir líka og eins og Björt fór hérna yfir að þá er það hvernig náum við kolefnishlutleysi í byggingariðnaði. Við vorum mjög metnaðarfull hérna í Reykjavík þegar við gerðum nýja aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og þá settum við inn nýjan lið í þeirri aðgerðaáætlun var kolefnislaus byggingariðnaður. Og þetta er áskorun fyrir okkur. Við þurfum líka að stórefla almenningssamgöngur og við þurfum fjölbreytta ferðamáta sem eru vistvænir. Ganga meira, hjóla meira, taka almenningssamgöngur og þetta er risastórt verkefni. Og svo vil ég líka nefna það að við þurfum að búa til fallega borg, eitthvað þar sem við getum athafna okkur, sótt í náttúruna, þannig að við þurfum að passa líka grænu svæðin. Þannig að með þessum lokaorðum segi ég takk kærlega fyrir komuna, við sjáumst aftur.